Og Egill Einarsson, ég góður, hvernig ertu sjálfur? Hörru, ég ekki léttuljúfur og kátur. Ég hættur náttúrulega þann frasa og ég Waltman official enemies, þannig að ég ferskur. Ok, ertu hættur að segja sér léttuljúfur og kátur eftir að Valtý Björn stakk þig í bakið í fjölmiðlamótinu? Það bara hann, Hann ekki lengur your hero? Fjölnir Þorgeirs. Fjölnir Þorgeirsson, your headliner. Já, þetta eru stóra fréttir. Og leiðindamál því að ég man að þú varst einn stærsti aðdáandi Valtýs. Þurfið ekki bara að bury the hatchet? Ég alltaf til að bury the hatchet. En ég menna, Waltman hefur ekkert teikt sér eftir því, sko. Nei. Það var fram í símanum á hann. Hann bara svona veifaði mér. Kom hann ekki að tala við þig? Hann veifaði hann. Hann sagði að þetta var lélegt að mér og... Nei, ekki að neitt. Ekki neitt. Hann reyndar harðari, hann almenni maður, sko. Já. Fyrir ykkur sem að vita ekki hvað erum að tala að þá var fjölmiðlamóti í fótbolta síðasta föstudag og Valtý Björn laug að agli að það væri búið að fresta mótinu því hann vildi ekki hafa hann í liðun okkar 365 liðinu sem Valtý Björn þjálfaði. Og síðan lenda hann í manneklu í mótið. Já, ég veit það. Ég var að fara að skemmta og Stjáni var meiddur, við áttum enga varamenn. Það verið fínt að hafa þykka þá. Hötti Magg fór í lærinu. Já, Hötti, það vissu sko allir. Það var stöðullin 1:15 að Hötti myndi tókna á þessu móti. Hörður Magnússon ekki að fara að spila heilt fjölmiðlamót, það bara þannig. En við þurfum að fara betur út af Valtarmál setna, sko. Já, ég segi þið þurfa að bury the hatchet. Já, ég ætla að hugsa. Já, við erum með veislu eins og alla föstudaga og það bara þannig. Við ætlum að vera með nýja reglur í Starbucks viðreynslunni hér og eftir. Það verður kannski ekki beint viðreynsla, við ætlum að prófa að nota bíómyndalínur í viðreynslunni. Haldi, þegar það tekst hjá okkur, loksins, og við fáum a date. Þá ætlum ég bara að fljúa út og fara á the date. Já, það ekki. Við höfum að reyna þetta í marga mánuði. Já, ég myndi bara að fljúa til nú. En að fá ykkur, ekki eitthvað svona pick-up artist hérna á Íslandi? Úti, eins og USA, eru margir sem vinna bara við það að vera hérna, gera út það, vera bara pick-up hérna, námskeið og svona. Þú getur bara námskeið, hvernig þú geta náður í konu og framins. Er enginn að takla þetta heima? Nei, það held ég ekki. Enginn? Nei, við þurftum bara að tala um einhvern hjartaknúsara. Ásgeir Kolbeins, ef einhver ætti að vera með svona námskeið. Ásgeir Kolbeins, nákvæmlega. Ef þú hringi hann á eftir og spyrja hvernig maður á að reyna við konur. Ég meina, ef einhver veit það, god damn it. Það að Kolbeins. God damn it, that's the best answer I've ever heard. You must be a goddamn genius. En við ætlum að nota kvikmyndalínur á eftir í viðnustunni. Við erum með sturlaða staðreyndir á sínum stað. Það er svoleiðis. Já, það verður veisla eins og alltaf. Sverrir Bergmann. Ég nefna eitt til að grípa fram með þeirri kæri Auðun Blöndal. Við ætlum að gefa hluta. Við ætlum að gefa Tangerine flösku. Já, Tangerine flaska. Já, síðan ætlum líka að gefa hérna DFD-diska, Svartur leik sem var að koma út bara í dag í gær og veistlega fyrir fólk að geta til sig og holt og gilsa hana þar, sko. Við erum með DVD. Já, ég er með nokkað diska hérna, við getum gefið fólki eftir. Þannig að við erum að gefa Svartur leik og Tangerine flösku. Allt að gerast. Já, svo kemur Sverrir Bergmann eða Chubby Little Loverboy. Hann ætlar að koma og taka föstudagslægið eins og alltaf. Veistu hvað hann tekur það? Ég þori ekki að segja þér, ég held ég veit hvað hann tekur og mér líst mjög vel á það. Það var eitthvað væmið. Nei, það fílaru Kings of Leon. Já. Þú veist, ég misti ekkert saur í sætið, sko. Nei, sem betur fyrr. Það væri svona verrað fyrir mig hérna. Ég þarf að hanga með þér í 2 klukkutíma. Það er nóg og erfitt fyrir, sko. Svo set ekki búin að skýta í þig líka. En það sem við gætum eins og að gert, við gætum gert það sama í síðustu viku. Þá létum við hann taka, byrja hann á einhverju rólu og fallu. Hann nefnilega að fara að taka geggjalag. Ég held að hann sé að fara að taka Use Somebody með Kings of Leon. I know that I could use somebody. Ekki þú syngja það? Someone like you. Nei, ekki þú syngja það. Þú veist hvað lagið þetta? Já, ég náði því bara leið. Hérna, síðan stuðlagið. Stuðlagið! Það er ekki að sínum stað. Jú, það er á sínum stað. Reynda varstu með ágætt síðast. Já, hörru, ég er búinn að hugsa þetta í ángrís. Ég er með áhyggjur frá mánudegi til föstudags hvað ég spila í stuðlaginu. Vá, svona með það sem að gengur á fjölmiðlum, þá finnst mér mjög gaman að það sé eina áhugjefnið. Hvaða lag þú er að spila hérna á föstudag? Ég er bara, því ég legg svo mikið metnaði dagskólið. Já, ok. Ertu með eitthvað, ég fílaði síðast alveg, mér finnst það fínt, ég rakkaði ekki niður. Þú ert eftir að missa saur, Auðun, yfir þessu lagi? Nei, ég veit að þá ég ekki eftir að gera. Ég er bara að vona að sé hægt að hlusta á það. Það er eina sem ég veit. Já, það er klart. Já. Og já, það er bara, þetta eru fastir liðir, þið þekkið þetta, kæru hlustendur, 2 harðir mættir í stúdíóð og þetta er lag sem kom mikið við sögu í síðasta þætti. Herru, finnum eitthvað lag sem að Sverrir og líka syngi í karaoke. Veist? Ekki bara þetta aftur það? Nei, það.
hlusta á FM 957 og með ykkur það Rúður Blöndal og Egill Einarsson og við erum að tala frábæran dag í dag. Og jæja, Blöndal, hvað að fara að gera núna félagarnir? Þú veist það alveg. Þetta innkoma nr. 2, það slúður. Það rétt hjá þér. Ertu með eitthvað Kardashian slúður? Kardashian? Þú ætlar með það á heilanum? Nei, ég reyna að forðast þér. Einmitt, þessum það í öllum pökkum þegar. Já, þær eru bara svo mikið í slúðrið. Hvaða síður ferða til þess að tjekka slúðurinn? Ég fæ sent svona að segja það sem ég held á hérna þessi blöð. Þetta kallast International Radio FM Prep. Nei, ekki drepa mig. Þannig að ég get lesið, ég fæ fréttir, senda bara beint inn í. Senda einu sann, hvað þetta? International Radio FM Prep. Og þar finn ég að fæ ég allt með slúður og svona. Ég held að þurfa að fara að vinna með eitthvað slúður síður, sko. Já, ég gerir það náttúrulega líka, sko. Og það gæðin sem sér þetta International Movie FM Rep. Já. Ég sagði þetta vitlaust, held ég. Já, skilur ekki með leið, þú segir allt vitlaust. Sá gæi bara að með Kardashian-lið á heilanum. Já, en það líka bara að þú ferðin á vísi.is og þá sérðu bara Kim Kardashian í flottum kjól í Flórens. Þetta ekkert skarrað þar, sko. Mjög góð punktur þetta. Herri, ég ætla að byrja slúðrið á Ríhönnu en hún hefur tekið saman aftur við aumingjan Chris Brown. Hún, setti myndin á Twitterin á sig þar sem hún að faðma hann, ég að horfa á myndina núna, hún í einhverjum svona hvítum samfesting og að faðma hann í einhverjum sófa og twittar hún alltaf aldrei að sleppa honum aftur. Þannig að þau eru svona officially byrjuð aftur saman. Þetta er sérstakt. Já, þetta eru leiðindafréttir, ég verð að viðurkenna það. En ég ætla að tippa, hún segist aldrei að sleppa honum aftur. Ég er tilbúinn að taka bet núna að hún sleppa honum. Já, ég held að þau eru ekkert að fara að gifta sig og live happily ever after, sko. Nei. En fólk var svona að fara að gruna þetta því að þau voru byrjað að setja myndir inn á Twitterin þar sem að þau voru með svona matching watches eða svona alveg eins Rolex úr gulli og eitthvað. Þetta líður og allt og mikið pening. Má ég æla. Og allt og mikið frítíma, það bara þannig. En mér finnst þetta leiðilegt og ég vona bara þá að ræfillin Chris Brown hægir sér eins og maður. Já, það vonandi. Ég held nefnilega Rihanna, hún þyrfti eitthvað svona góðanstrák. Já, ég held ekki einhvern svona bad boy. Heldur hún sé í þeim, góðu strákunum? Nei. Ég er að followa hún á Twitter og... Nei, hún ekkert í því, sko. Nei. Hún sko, hún drekkur eins og hún lítur ekki að fara eitthvað milliveg, sko. Já, ég veit það. Þú þarf ekki að taka Chris Brown sem lemur á menni í bíl og hún með leiðindi, sko. Já, ég veit það. Það er of mikið. Það er viðbjóra manni, það er bara þannig. En allavega þá eru þau byrjuð saman og vonandi gengur þá getur verið ekki óskaði með allsins besta bara. Svo það Lindsay Lohan. Yes. Skemmtilega fréttir af henni. Hvað er að gerast núna? Það var verið að handtaka hana. Það gamla góða bara. Hún var stödd á skemmtistæði í New York núna á miðvikudagskvöldi eða fimmtudagsmorgni þar sem að hún réðst á aðra stúlku sem var inn á skemmtistaðnum og barðana og var handtekinn. Af hverju barði hún hana? Hún segir að það hefði verið út af þetta hefði verið racist comments. Hvað var hún að kalla hana? Eitthvað white bitch eða eitthvað? Ég veit það ekki, allavega það fór þetta eitthvað fyrir brjósti á Lindsay Lohan sem að réðst á stúlkuna. Racist comment? Og after she was arrested for allegedly punching a woman in the face at a New York club. Kildi hún hana bara í andlitið? Já. Þannig að hún getur kæði fyrir líka svara svona. Já, var á skilorði og hún með allt lóðrétt. Já, hún er vantarlega verið að taka Yeyo eða eitthvað, sko. Já, hún er bara með, hún þarf að flagga á nakka, sko. Hún þarf nú bara að fara að slökka símanum. Já, það er bara eins og, sko, hérna stendur bara Lindsay Lohan assistant eða aðstofakonan hennar skrifaði á Twitterin hjá henni You desperately need help. Og hún er hætt. Það er allir hættir. Hver heldur þú að sé næsta Lindsay Lohan í Hollywood? Ég veit það ekki. Svona næsta svona barnastjarna sem er síðan með allt niður úr sig. Máli, varst með Matthew McCulkin sem var í Home Alone. Lítill, krútlegur strákur, hljóp út allt húsinu. Macaulay Culkin. Já, Macaulay Culkin. Já, hljóp hérna Home Alone, hérna, þú veist, viðbjörnslega fyndið lítið krakki. Já, það veit allir hvað þú tala. Nú var hann að berja hendina sig. Og heroinu sig bara núna. Hann er komin í algjört rugl. Já, hann er að heroinu sig á miðvikudegi, sko. Já, þetta er... Já, ég meina, þannig að ég er sem veldur með. Hvað heldur þú að Miley Cyrus er næst í Lindsay Lohan-pakkan? Hún er allavega á einhverju djammi okkur. Hvað veit ég það? Ég vonaði bara að vera engin. Þetta fólk bara heiði sér. En svo er lokað slúðrið og það er að Fred Savage, hann var eignað sitt 3. barn. Það er öll að sama, Jesus Christ. Var þetta slúður í alveg með það? Fyrir ykkur sem við tekja hverjan þá var þetta litlingurinn í Wonder Years. Það sem að röddinn talaði alltaf inn á fyrir það sem hann var að hugsa. Þetta var eitthvað lélegt að slúður sér hér. Þannig að Fred Savage, hann var eignað sitt 3. barn og ég vil óska honum hjartalega til hamingju. Hver mann ekki eftir Wonder Years? Frábærið þættir? Já. Það eru frábærið þættir. Og við tveir hér. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too
smoke weed every day. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum þrisvar sinnum á dag opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru glæsileg úr frá Ródium Kringlunni, gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi, gjafabréf frá Adam og Evu, tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól! Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og út að borða á Laugar Café. Fylgstu með hjá Yngva Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin gæti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Ullarpeysurnar frá Geysi eru kærkomnar jólagjafir. Geysir, Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Ertu að hugsa að skella þér í bíó? Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Nánari upplýsingar á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Laugardagar eru lottódagar. Leyfðu þér smá lottó. Sýnalkó og lakrísrör virkar. Sýnalkó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 95. Það hárrétt við Jóa dansara þér að hlusta hér á 2 harða á föstu degi. Vonandi hafið öll sem best þarna úti og allir konur í helgagýr væntanlega. Það svoleiðis. Já, það er 100%. Jólahlaðbor hjá 365 í kvöld. Já, það er allir nú er fólk að bara keyra sér jólahlaðbor. Já, mikið af jólahlaðbor núna. Það er svoleiðis. Já, það er út allt bara. En ég ætla að ræða við þig hér, áður við förum í sturlaða staðreyndir og kvikmyndaþema í Starbucks viðreynslunni, sem getur orðið áhugavert. Við þurfum að nota línur úr kvikmyndum. En ég set línurnar á þig og þú á mig, eða ekki? Jú, ég vel 3 ára þig og þú á mig. Já, ég vel þína línur, já. Þetta verður athyglisvert. Þá ætla ég að segja frá, ég var að horfa á í gær. Ég var heima hjá mér og ég er búinn að horfa á alla DFD-diskana og svona nánast búinn að tæma flakkaran. Fimmtudagskvöldi og drepleittist. Vissi bara ekkert hvað ég átti að horfa á. Og klukkan var svona 10:30, þannig ég var ekkert að fara að sofna strax. Og þá var hendi inn á Twitterinn hvað maður getur horta á netið. Þú getur horta á eitthvað skemmtilegt svona á YouTube. Og það var eitthvað sem benti mér á þætti sem heita Human Planet. Hefurðu horta á Human Planet? Já, hefurðu horta á það? Nei, hvað er að tala um? Því líka veislan. Já, það er bara, ef það er einhver úti og hefur ekkert að gera í kvöld, tjekkja á þessu. Þetta er magnað, sko. Hvað er gert það? Í fyrsta þættinu, hann gerist in the jungle, það var bara í frumskógi. The jungle? Já, það er bara fólk sem býr þar, tala bara sitt eigið tungumál og er að byggja bara risa hús bara í trjánum og það var eitt gaur sem að klifraði 50 metra, og nú er ég ekki að íkja, það er að sama og við þegar við fórum í teygjustökkið. Já, sí. Svipað, hann klifraði það bara upp í tré, hann er ekki með neitt öryggistæmi eða neitt til þess að ná í hunang fyrir konuna sína því hann langaði svo í sykur. Ég hugsaði með mig bara, wow, það sem menn leggja á sig. Herðu, og það var náttúrulega þegar hann kom upp á, þá var hann komin upp á 50 metra hátt tré og er bara að höggva og það var náttúrulega allt í bíflugum. Nefnum hann var með eitthvað svona reik með sig og búinn að kveiki ykkur, þannig að fóru sumar, en maður sá hann var allir út í bíflugum að teygja sig bara onni og sækja hunang og setja það niður. Minn almáttugur. Þetta var rosalegt, svo voru bara krakkar sem búa þarna í skóginum, ég veit ekki, mér fannst þetta bara svo áhugavert, ég er eiginlega bara komist af mér hérna. Krakkarnir sem búa þarna í frumskóginum, þau voru orðin ógeðslega svöng, þannig að þau ætluðu bara að fara út að veiða til þess að fá sér eitthvað að borða. Já, þau voru að veiða tarantúlur. Bara svona kóngulær sem er eins og kettir í laginu, sko. Hefur þið séð það? Ég hata kóngulær. Já, þetta var viðbjóð, þau eru að passa sér. Það er að éta selv tarantúlur? 7 ára krakkar. Hvað, bara taka lappirnar að þeim og éta? Nei, það veiða með að setja priki svona ofan á bakið á þeim og svo taka það svona lappirnar á þeim og vefja þeim svona, skilur, taka lappirnar upp fyrir haus og setja þær og binda þær þannig. Herru, svo fara það með þetta í eldinn og grilla þetta og éta þetta eins og marshmallows. Ég var að horfa á þetta í gær, ég hugsaði með mig, ég mun aldrei aftur kvarta ef við mötum þetta 365, það er bara þannig. Það sem þetta fólk er að borða þarna, svo er að veiða apa á fullu. Mér fannst það enda pínu. Það er enda pínu, ha? Já. Litla krútlega apa? Já, en eiga á samt sem gæludýr og ég ætta ekki gæludýrin sín. Ok, já. Þannig að ef það er eiga apa gæludýr, borða þá ekki. Það til dæmis ef við erum búin að veiða einn apa
og hann átti 2 börn, svona tiny little monkey babies, þá áttu þeir mömmuna en voru að ala upp börnin hennar. Og ef þau ala upp börnin, þá má ekki borða þá, af því að þá er það einn af klaninu þeirra. Og konan var með apan á brjósti. Hún var bara með baby monkey. Nei, nú drepur mig ekki. Ég get að svara, og hún bara að segja, ég sver þetta, ef hún var ekki með apan á brjósti. Var kona með apa á brjósti? Já, og líka börnin sín á sama brjósti. Og hún var að segja, ef hún var ekki með apan á brjósti, þá myndi hann deyja. Hann rugglar þetta? Þetta var ógeðslega krútlegt, svo þegar apinn var orðin a part of them, skilurðu, the baby monkeys, þá hugsaði ég, vá hvað ég verið til að eiga eitt svona apa. Það var bara besti vinu krakkana og bara, voru að kasta á milli og eitthvað, spáði geta verið bara með apa heima þér og þeir bara, rulla til hans bolta og hann hendi tilbaka og eitthvað. Það var veistlega. Það var enda rosalegt. Ég held að ef við myndi henda þeir in the jungle. Mér? Já, hörru, Auðun Blöndal komin in the jungle. Já. Ég held þú myndir endast í, svona, ég er ekki reynulegulegur, bara svona hvenær þú myndir bara deyja. Svona klukktíma, 1,5. Nei. Ég er að segja þér. Ég er með þvílíkt survival skills. Nei, þú myndir sko, ef þú myndir fyrst alveg verið með háa, hlaupa eitthvað þannig að tígristýri myndir líklega að finna að 0-1. Það er 100%. Það er ekki tígristýri. Það er potti tígrist in the jungle. Hörðu, og síðan myndir stíga á okkur snák eða eitthvað, þú verið game over á klukkutíma, ekki lofa þér? Nei, ég hugsi myndi ná alveg sólarhring. Hvað myndir borða þetta? Kvíðgætasti maður í heimi. Egill, mennur að hætta að láta þess að... Já, þú verður náttúrulega bara að fleygja þarna milli drjána og veiða þér apa og eitthvað. Dreftu mig ekki, þú verður ekkert skömminni skári sjálfum, maður. Ég held því búin til fyrir jungle. Það vilt það ekki bara vera það. Það er ekki jungle í Íslandi. Nei, reyndar. Það er einu vissum. Já, en þetta er... Já, ok, Human Planet, ég er tilbúin að gefa það sjens. Já, og svo, veist... Sjá hann apa. Já, ég ætla ekki að fara að segja, sko, alla þættina, en svo var líka í öðrum þætti, þá voru bara, höfrungar að hjálpa, mönnum að veiða. Hjálpa mönnum að veiða? Bara að veiða. Þú voru bara að sýna hver fiskarnir voru og svona. Ok, bara með veiðistöng og síðan er bara höfrungur eitthvað svona bendandi á þér. Er það fiskur kasta hann í gamli? Nei, þeir voru, með net og höfrungurinn voru að sýna hvar fiskarnir voru, þannig að þeir vissu hver átt að kasta netunum. Mér langar eiga svona vin, höfrungavin. Já, þetta grínast, það verður stórkostlegt. En ég er að segja það, þetta var magnað og ég hvet alla til þess að tjekka á þessu. Og já, talandi frumskóginn, er það ekki bara... Klikka ræðs með tæmingana. Það eru talandi frumskóginn og strax, þá þetta er rosalegt, sko. Tíma, hún heitir Guns N' Roses og þarna er þeir líka upp á sitt besta. Þetta er af disnum Use Your Illusion. Já. Geggjaður diskur. Og þeir að hlusta hér á 2 harða á FM 957. Ég fór að spá í, við erum ekki með neitt Ango the Weather God grín í dag. Nei. Og... Ég veit ekki hvernig við maður ná honum hérna. Nei, já, en það er, sko, það er náttúrulega, ég er með eina pælingu sem ég hef verið að hugsa og getum þurft að taka hana þá bara hérna í beinútsendingu. Okay. Það er, sko, heldur að sé einhver rígur hjá veðurfræðingum á Íslandi. Heldur að veðurfræðingurinn sem að vinnur á Stöð 2, heldur að hann sé í samkeppni við veðurfræðinginn á RÚV? Heldur að sé þannig? 100%. Ok, þannig að þá ættu Ingo Veðurguð og Siggi Stormur að vera enemies. Já, það er 100%. Þannig að þú heldur að þeir ná ekki vel saman? Það er ekki séns. Siggi Stormur er svona, veðurfræðingurinn. Já. Síðan kemur allt í einu eitthvað, Ingo the Weather God. Já. Sem að taka, allt preppið á honum. Já, og er að pína að reyna að stela þrjuminn hans. Já, hann er svolítið hann. Ég menna, þú talar veðri, hvað er gott veður svona. Þú hugsa alltaf Ingo, ekki Sigga. Nei, en það var alltaf Siggi Stormur. Siggi mun, hann hatar. Já, herri, það sem ég var að spá, hvort það er maður að prófa þetta í beinni, að hringja í, sem sagt, Ingo Veðurguð og Sigga Storm og vera með á sikkur línni. Getur að báða at the same time á línni? Já. Wow. Þá þarf ég bara að gera þetta svona, sko. Það er rosalega tækninni þar. Já, en þá þarf ég að hringja hérna, býtu. Það þarf að hringja í 2 númer. 7 panika. Já, þetta tekur maður. Það þarf að hringja í bæði einur. Vertu, segðu eitthvað skemmtilegt. Já. Þeir eru að hlusta á hérna á FM 957 og með ykkur í dag Auðun Blöndal og Egill Einarsson. Þeir eru að hringja í Ingo Veðurguð og óvinn hans is arch rival Sigga Storm. Komið þið sælir, Siggi Stormur hérna. Siggi Stormur? Hver er þetta? Herru, þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Ertu ekki að grína? Nei, það eru 2 harðir hér á föstudegi. Já. Er það djúpalagðin sem eru að hægandi sér að spáði? Ingo Veðurguð. Já. Sæll og blessa, hvað segir þú gáttinnur? Já, bara feskur, það er ekki lagnir. Við erum góður. Við erum að hringja núna til að bury the hatchet. Já, það er komið gott í billi. Já, við erum... Ingo Veðurguð? Er þetta Ingo Veðurguð? Já, hann er á línunni. Já, það er blessaður. Það er grannar á línunni, eða?
Hvað segirðu? Einhver annar á línunni og með hann, Já, your arch rival. Your enemy. Þetta Siggi Stormur hérna, blessaður, gaman að heyri þér. Siggi Stormur? Já, ertu ekki veðurguðinn? Hvað, þetta enni liðin sem var að fyndin núna? Nei, hvað við erum að byrja við það headset hérna. Við ákvæðum bara að það sem við Egill vorum að spá í mikil samkeppni á milli svona manna eins og ykkar sem spáum mikið veðrun. Æðin í alveg. Já, ég meina, veður hvað þýðir ákveðið og hérna ég bara, ég meina, hefur áhuga á veðri, ertu svolítið klár í þessu? Guð minn almáttur, Trú ekki að þessi komið í þetta, Hérna, ég var nefnilega að skoða þarna lagðina Störa Grænlandi sem núna inn í kortunum og lagðadræðið sem að kemur til Íslands annað kvöld. Ég var svona, hvernig líst þér á þetta? Nei, ég meina, Stormur, eru þeir að ringi þig og biðja þig að vera með þetta djók? Ef þú hefur verið að hlusta það sem har þetta búið að vera núna 11 vikur röð þá allir hættir að hlæja, fyrst að bara hausinn þetta byrjar, Og í alveg, er þetta kveikindi? Já, ég meina, þú getur fundið þetta á netinu, skilur, og þeir eru að hlæja, þeir eru tveir að hlæja þessu sjálfur. Ég fann ekki við það. En ertu svolítið svona, þú veist að þú heiti veðurguð, ertu svolítið áhersamur veðurfræði og svona því? Þetta náttúrulega bara hljómsveit, sem maður er í, þú veist, og hérna, svo byrjar þetta sem svona saklaus grín hjá okkur út í bæ, og halda þeir áfram og það ekki ennþá fyndið. Þú meinar, ég get bóðið þér, mér vantar nefnilega aðstoð á veðurdeildinni hjá mér í mínu litla fyrirtæki, ég get bóðið vinnu. Siggi, já, ég meina, þetta er ekkert fyndið, mér finnst þetta ekkert fyndið. Ingo, hefur engan svona ánalsgríns, hefur engan áhuga á veðri? Nei, ég meina, strákar, þetta er bara hljómsveitin, skilur, ég meina, þið vitið þetta alveg. En á hverju veðurguðin? Ég held að þú væri búin að spá eitthvað í þessu. Maður muni ekki eftir lagin hérna, veðurfræðingar ljúa, tekur það aldrei á hérna, í alveg, tekur það ekki einu sinni? Nei, ég tekur ekki, þetta er alveg orðið illa frisk, ég er bara... Við erum að hlusta hér á Ingo Veðurguð og Sigga Storm í beinni útsendingu að ræða málinn. Þetta er ekki hægt, Siggi, ég ætti að heyra ríkjan og hverjum föstudegi. Nei, við erum að hætta núna, þetta var síðasti. Nú erum við svolítið að klára þetta. Ángríns, Ingo, ég lofa, við erum að bury the hatchet núna. En þú mátt náttúrulega ekki fara að taka með vinnuna, það er, ég menna, þú veist, hvað ákveður á ég lifa? Ég kann ekki að syngja. Nei, hvað, Siggi, erst þú næstur að fara að ringja mig núna vikulega með eitthvað svona djók, Ég kom með símanúmer, ég hafði GSM-ið. Já, ég menna, svo lauk og hættu að vera fyrir Jæja, við ætlum að leyfa ykkur að spjalla bara með hinn hérna á FM. Við ætlum að hlusta á smá Jennifer Lopez. Takk fyrir þetta, strákar. Gaman að heyra ykkur. En þetta lagði þetta FM 957 kynnir í samstarfi við Appli iPad 4. Ein allra flottasta spjaldtölva sem komið hefur á markað er fáanleg í Appli. FM 957 hefur tekið svona tæki í notkun og að sjálfsögðum ætlum að gefa heppnum hlustanda eintak. Skráðið strax á heimasíðu FM, fm957.is og þú átt möguleika á að eignast þennan magnaða grip. Við drögum út vinningshafa föstudaginn 30. nóvember. FM 957, Appli og iPad 4. Plata vikunar á FM 957 er fyrsta plata Gretu Salome, In the Silence. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu með á FM 957 og nældu þér í eintak af In the Silence með Gretu Salome, sem er plata vikunar á FM 957. Hop & Shop verslun E-Label og Evalín, Ármúla 21. Athugið aðeins frá föstudegi til sunnudags, alltaf 70% afsláttur. E-Label og Evalín. Jólagleðin á Wilsons Pizza. Allar pizzur á matseðli og aðeins 1390 kall fram á jólum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Nýtt í bíó. Killing Them Softly. This sort-off shotgun. It's gonna kill everybody in the room. Brad Pitt fer á kostum sem leigumorðinginn Jackie í þessari frábæru mynd. I like to kill them softly. Killing Them Softly. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. FM 95 blöð. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling.
Hvernig vilt þú þitt Nóa-kropp? Nóa-kropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Ég vil þakka Sigga Storm aftur kærlega fyrir aðstofuna hér með ykkur viðaukum. Hann var ekki lengi að komast inn í þetta, þessi snillingur. Og hefur væntanlega heyrt þér að Logi var að hjálpa okkur. Ingo, við þurfum núna að fara, við eigum ekki bara að fá Ingo sem gest næsta föstudag. Við þurfum að fá hann í heimsókn. Já, og bara bury the hatchet. Og faðmann. Já, af því að náttúrulega Ingo toppdrengur, sko. Já, það er algjör snillingur. Og já, það er allavega styttist að við þurfum að bury the hatchet. Já, þetta er það sem við líka málið hann er að heyra þetta út allt, út af þessu gríni okkur. Þannig að hann fer út í 11:11, skilurðu, þá kemur gæjan á kassanum með grínið. Takk fyrir veðrið í dag. Hann er ekki bara að heyra þetta hérna, hann heyra þetta allan daginn. Já, ég veit það. Við þurfum að ræða þetta við hann hér næsta föstudag, fáum hann sem gest. Það er hins vegar komið að dagskvöldið sem að kallast Sturlaðar staðreyndir. Áður við förum í Starbucks viðreynsluna með bíómyndalínum, kvikmyndalínum. Hvernig líst þér á að fara í Sturlaðar? Ef það eru góðar, þá er ég að fíla það, sko. Er það ekki alltaf góðar? Það er stundum við allt niður því. Nei, það eru alltaf góðar. Ok, sjáum, komdu með. Þetta er með eitthvað svona astana leik þegar ég geta okkur... Nei, ég ætla eins og að byrja með aftur á mánudaginn, ég ætla að hætta með þig. Ok, takk. Ok, ertu tilbúinn? Þá ætla ég að byrja hér. David Levy spáði því að vélmenna hjónabönd verður orðin algeng og leyfileg 2050. Hæ? Þetta er eitthvað svona geðut klárgaur. Vélmenna hjónabönd? Já, 2050. Sem er þá hvað? Hvað heldur þú? Þegar vélmenni giftast. Bíddu. Þá verður að greina að koma það mikið af vélmennum að þau að vera að byrja að gifta sig. Ég guð með þetta. Bíddu, 2050 þá er ég orðin 70 ára. Já. Ég geti tekið þátt í þessu rugli. Þú ert búin að kaupa það 2 vélmenni sem eru bara eitthvað heima það til það. Og þau segja, hörðu, Öðun, veitum að gifta okkur hérna við félagarnir? Kannski kynntust eða eitthvað nágrann, ég veit það ekki. Hörðu það, að næsta, aðeins 2% af heiminum eru rauðhærðir. Það er lág prósent af maður. Já. Hver eru þá líkurnar að ég á 2 fína vinni sem eru báðir rauðhærðir? Simmi og Ásgeir. Þetta hlýtur að vera... Hvað Ásgeir? Ásgeir Kabænsin. Hann er með dökkt, þykkt hár. Þú veist það jafnvel og ég að hann er með rautt undir því. Hann er rauðhærður að eðlisfæri, sko. Já, bet hann er dökkhærður. Já, það er að því hann litar það. Hann hefur reyndar, ég skal alveg gefa Cobainsin það. Hann hefur ekki verið rauðhærður í 40 ár, en hann er rauðhærður. Bet ert þú dökkhærður, eða? Ég er sköllóttur. Nú, bet en þú varst dökkhærður. Já. Hann var rauðhærður. Það er svo ruggli. Hann er búinn að hætta þessu. Hann er með rauðar rót. Málega ég er sammála því. Mér finnst rauðhærður hérna mjög sexy. Og hérna, ég skil líka hvað hann hætti því. Ég vil hafa Cobainsin rauðan. Við höfum að ræða það við hann. Hörru, svo er það hér næsta. Þetta er mjög skemmtilegt. Ef þú snertir á þig tunguna þegar þú ert að geispa, eða þegar þú ert að fara að geispa, þá hættur að geispa. Þannig að þú ert einhvers staðar, mátt ekki geispa, og ert að fara hlaði í eina, snertu á bara þig tunguna, þá hættur þú. Hefur þú prófað þetta? Ég prófaði þetta. Og þetta svínvirkaði. Snertir það tunguna? Þetta er amazing fact. Ég held að þetta virka ekki, en ég ætla að prófa þetta. Að telja kindur hjálpa þér ekki að sofna, en að hugsa eitthvað fallegt landslag getur hjálpað. Sturlu staðrind. Ég hef reynt þetta kjaftaðir á rúlingur að telja kindur virkar ekki neitt. Hvað varst að telja ímyndaður að hoppa yfir grindverka? Já, bara svona að því ég var búin að sjá það í teiknimyndum. Það var bara fyrir kjaftaðir, sko. Ég var örugglega komin í 100 og eitthvað. Það var bara pirrandi, sko. Það er næsta og hún er mjög skemmtileg. Sníill getur sofið í 3 ár. Það er rosalegt. 3 ár? Já, þú ert bara sníill. Það er eitthvað að leggja maður. Nei, ekki vera að þetta ár. Ekki vera, jó, síðan 2015. Já. Svo, næsta. Meðalmaður verður ástfanginn 7 sinnum áður en hann gifti sig. Kjaftaði það. Hvað hef þú oft orðið ástfanginn í Joe? Þetta er bara ekki rétt. Meðalmaður verður ástfanginn 7. Hvað er að vera ástfanginn? Þú verður skotin í einhverju stelpu 7 sinnum. Ástfanginn af henni 7 sinnum. Út að vera það skotin að vera ástfanginn. Nei, þá til dæmis, þú veist, eins og kannski átt 2-3 kærustur og verður ástfanginn einhverjum 4 stelpunum sem að þú náður ekki í. Þá verður ástfanginn 7 sinnum. Ég taldi mig til dæmis mjög ástfanginn þegar ég var 14 ára gamall. Hver var það? Það skiptir ekki öllu máli og það gekk ekki eftir, en ástfanginn var ég. Já, ok. Að mínu mati. Já, var það að þú skrifaði bréfið og eitthvað? Fullur, reiður einn heima? Ég var ekki fullur. Ég var í þvílíkum gír. Glugg. Byrju, þú varst í edrú, eða? Nei, ég var, nei, það var þegar ég var 17 ára. Nei, það er ekki bréfið, það er annað. Ná, 17 ára skrifaði bréfið? Já. Ástabréf til einhverja stelpu? Herru, það er sturlaðar staðreyndir sem við erum að fara yfir. Og næsta er, ef að Bart Simpson væri búinn að eldast í þáttunum eins og venjulegur maður, þá væri hann 34 ára í dag. Já, ok. Og það er skemmtilegt. Af hverju eldist hann ekkert? Það heitir teiknimynd Egill.
Já, mér finnst þetta eldast. Já, í persónulega skoðun. Ég veit, þetta mikið skemmtilega að horfa á dag, en maður 34 ára í dag, maður sniður sig. Ennþá heima á foreldrum sínum og svona. Svo er það hér, simpansar. Simpansar? Já, simpansar. Já, simpansar. Sæljón og fílar eru öll með betra minni en maðurinn. Ég vissi það með fíla, ég vissi ekki með simpansa og sæljón. Nei, ekki hugmynd það. Þau eru með rosa gott minni. Það eru 2 eftir og þetta hérna fannst mér mjög áhugavert. Ég ljósi þess að ég var búinn að lesa daginn. Já, ok, ég ætla bara að lesa þetta. Að fá spark beint í punginn yfir 9000 delmits í sársauka sem jafngildir að fæða 160 börn eða brjóta 3200 bein á sama tíma. Þetta greinilega versti sársaukinn sem þú upplifar. En ég var samt búinn að lesa sturla staðreynd daginn að versti sársaukinn sem þú getur upplifað að vera að brenna lifandi og í öðru sæti vera að fæða barn. En þetta greinilega verra. Já, alltaf sparka fast í punginu á sér. Já, hefur þú fengið bolta í punginu? Já, bolta, já, það er ekki sérstaklega þægilegt. Nei, það er bara, þið líður eins og augun sé að fara úr þér, það er ógeðslegt. Hvað þegar þú stendur gleiður og Sverrir Bergman myndi sparkast fast og hann gæti í pungina? Já, það er viðbjóður. Svo er það síðasta, ef þú tekur, þetta er mjög skemmtilegt. Takk til að þér headphone-in, þetta er mjög skemmtilegt að og þeir sem eru í bílnum á rauðu ljósi, þeir geti prófað þetta. Ef þú tekur litla putta og klóra þér inn í eyranu á fullu, þá hljómar það eins og Pac-Man. Þetta er ótrúlega. Þetta er ekkert svo skemmtilegt. Er ég í Pac-Man? Þetta er eins og Pac-Man. Já, prófið þetta. Svakalegt. Þetta voru bara um litla putta? Já, þetta voru sturlaðar staðreyndir dagsins, varstu ekki ánægð með þér? Það var rosalega, við viðurkenna það. Sverrir Bergman er mætur í hús og er að fara að taka hér föstudagslagið. Við ætlum líka að fara í Starbucks viðrennsluna. Það er alltaf að gerast einn af okkur strákunum. Er þið ekki feelingstrákar? Vá, hvað Sverrir er búinn að gain a lot of weight. Sverrir, þú ert að vera að spík feitur. Hvað er að koma hjól? Hér á 2 harða á FM 957 og það er víst komið af dagskrárliði sem að ég vill ekki vera quitter eins og þú kallar það. Já, það er nákvæmlega. Ég er ánægð með, nú ertu komið the winning attitude-ið. Já, og já, sko, þetta er Starbucks viðreynslan. Við erum búin að reyna þetta ansi oft, það verður aldrei gengið. Þannig að við erum að spá í að leika okkur bara eins núna með þetta því að Já, kannski geti þetta hjálpa til. Ég meina að það getur bara mjög góð taktík. Já, við ætlum að fara í smá leik. Það eru breyttar leikareglur í Starbucks viðreynslunni. Nú ringjum við báðir í Starbucks út í Bandaríkjunum. Yes. Og ég fæ að koma með 3 kvikmyndalínur sem þú þarf að koma í þitt símtal. Já. Og þú 3 línur í mitt símtal. Yes. Þannig að einhverja línur úr kvikmyndum þurfa að breytast í pick-up línur hérna hjá okkur í þessu. Þetta er nefnilega sko skemmtilegt því að dömundar eru búin að horfa á þessa bíómyndir og þessar setningar í undirmeðuninni, skilur þú? Já, ok, viltu meina þetta hjálpa bara? Já, 100%. Ok, good shit. Byrja ég ekki alltaf? Þú byrjar. Já, ok. Það er bara það sem er skemmt að þú byrjar á að hægja þér og sem kem ég og pakka það saman. Save the day. Já, einmitt. Það er akkurat verið alltaf þannig. Ég samt að velta fyrir mig hvað setningum ég henda á þau, sko. Já, ég þarf náttúrulega að vita það. Segðu mig, hvaða línur á ég að vera með? Ég spái að láta það henda í Put the bunny back in the box. Úr Conair. Úr Conair. Nicolas Cage sagði að setja kaninu úr töskun aftur. Put the bunny, hvar á ég að koma því? Ég veit það ekki. Það er grjóthörð setning. Við hefum séð Conair, þá manum på þetta þeirri setningu, sko. Ok. Síðan er ég að hugsa, sko. Ég smá fann að panna. Mér langa að henda eitthvað Arnie setningu á þig. Sko, en síðan er spáið að taka I desperately want to make love to a schoolboy úr Dumb and Dumber. Það er ógeðslegt. Nei, hvað? Jú. Það er bíómyndasetning, maður. Já, ég var að fara að segja I desperately want to make love to a schoolboy. Hvernig getur það að hjálpa með, maður? Ok, you're playing hardball, ég heyri það. Nei, en síðan máttu alveg högt, svo hann gerði en í myndinni, hann leiðir þetta sig, þú getur svona óvart, hörðu, that came out wrong, skilju. Já, that came out wrong, ok, hvað er þriðja? Þriðja er ég smá vandræði með. En hvað bara með hérna I'm Detective John Kimball. Ok, wow. I'm Detective John Kimball, put the bunny back in the box, so I desperately want to make love to a schoolboy. Ok. Hversu sveisla verður þetta? Detective John Kimball. Hún skellir aldrei á, hún heyrir á þessi detective. Já, ég ætla náttúrulega að byrja að vinna með hana, sko, alveg staðfest. Er það ekki Arnold Schwarzenegger? Jú, það er það. En það kemur strákur og ég samt að... Ég veit það ekki. Og reyna við gauðra. Thank you for calling Starbucks Spring and Crosby. This is Maria. How can I help you? Yeah, Maria? Yes. Yes, hello. This is Detective John Kimball. Hello. What can I do for you? I'm good. You? Good. Yeah, you having a nice day?
far, so good. So far, so good. It's nice to hear. How long are you working today? I'm here till 1:30. 1:30. Okay, that's nice. Why couldn't you just put the bunny back in the box? What bunny? You know what bunny. Já, ég náðu ekki eins og að segja I desperately want to make love to a schoolboy. Bara dörr. Hún var ekki að trúa að þetta væri Detective John Kimball, þarna. Herðu, þú sagði you know what bunny. Já. Það var alltaf skeist þar, sko. No. Átti ég bara að hjóla þá ég desperately want to make love to a schoolboy eða? Já, nú er að halda áfram að spjalla við mig. Það kom með þér. Þetta ekki gott, maður. Hvaða setningar í þetta? Ég ætla að láta það vinna með eina grjótara Steven Seagal línu. Okay. Og hún kemur úr Under Siege. Yes. Nobody beats me in the kitchen. Yeah. Hann kokkur í þeirri mynd, sko. Nobody beats me in the kitchen. Já. Ok, þá vil ekki, þú veist, þá veit hún ég an excellent cook. Já, þú getur, ég nefnilega góður við þig, sko. Já, eftir að fá hér tvær, sko. Já, svo ætla ég að láta henda í eina Braveheart línu. Ok, bring it. Og hún every man dies, not every man really lives. Yes. Getur unnið með það? Já, það glæsilegt. Og þriðja og síðasta línan, hún kemur úr Shawshank Redemption. Oh. Some birds are not meant to be caged. Their feathers are too bright. Þetta eru þína línur. Og, ertu með þetta? Já, ég með þetta, klart. Manstu það? Ok, þá ringi ég. Shit. Hvernig að ég koma þessu þremur að? Það challenge að koma öllu þremur að. Það svona... Já, ég náði því ekki. Starbucks is 70th. Tanisha speaking. How may I help you? Yes, hello. This is Kolbeinson. Excuse me? Yes, Kolbeinson. I was there the other day. How are you doing? You want to speak to our manager? No, I want to speak to you. No. You don't... Yeah, don't... register, so I'm going to pass you to my manager, okay? Yeah, okay. Hold on. Yeah, but I thought the manager. Hi, this is Patrick. I can help you. Hey, Patrick, what's going on? Hi, good in here? Yeah, this is Kolbeinson. I was there the other day, and I just wanted to tell you, nobody beats me in the kitchen. Nobody. Nobody did what? Nobody beats me in the kitchen. And I what I wanted to say, Patrick, but how are you doing today? How's your day? My day is so far so good. Yes. Every man dies. Not every man really lives, Patrick. So, what are you doing this weekend? How can I help you? You can start, Patrick, by telling me what you're going to do this weekend. This is Kolbeinson. Don't tell me you forget about Kolbeinson. Patrick. All right, I have to go. I have One last thing, Patrick. Some birds are not meant to be caged. The feathers are too bright. So, Þar fór hann. Hörðu, hann skellt hann á því. The manager. Já, þetta sko, þessi... Ég verði engan á að fá the manager. Þessi hugmyndu okkar, hún hljómaði betur á pappír. Það verður bara viðurkennast. Eins og svo oft í þessari Starbucks viðreynslu. Þetta var ekki eins og viðreynslu, þetta var bara bull. Við vorum ekki að reyna við neitt, sko. Við vorum bara að láta skella á okkur. Já, sko, en ég vann samt og ég kom öllum mínum setningum að. Þú komst ekki að sinni og desperately make love to a schoolboy, náðu ekki komið þið að. Nei, sem by the way, skelvileg lína. Það tengja það ekkert allir við dömmen. Það er bara eins og ég vilja vera með litlum strák. Þetta er banna. Það vita allir að það er setningu dömmen, sko. Það er þetta geðveik lína í myndinni. Þetta var Starbucks bullið bara. Ég ætla ekki einu svona að kalla þetta viðreynslu. FM 957 og kjúklingastafurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þórðar Daniels á sunnudögum milli 10 og 2 og þú getur unni máltíð fyrir 2 á kjúklingastafunum Suðurveri. Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grama salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álagjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símur 581-1515. Hop & Shop verslun, E-Label og Evalín, Ármúla 21. Athugið aðeins frá föstudegi til sunnudags. Alltaf 70% afsláttur. E-Label og Evalín. Samfilm,
og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins. The Dark Knight Rises. You're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises komin á DVD og Blu-ray. Jólahappdrætti Fókus í fullum gangi. Allir þeir sem kaupa skó í Fókus eiga möguleika á að fá skóna endurgreidda eftir helgi. Komdu og gerðu góð kaup í Fókus-kringlunni og Fókus Máralind. Föstudagar eitthvað svo dásamlega yndislegir, því þá nefnilega bara einn dagur í lottó. Lifðu þér smá lottó. FM 95 blöð á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Loverboy sjálfur mættur í stúdíóið. Sverrir Bergman. Jú, ég mættur hérna með ykkur. Hvað segir Loverboy? Ég ferskur. Hvað er það Lemonboy? Loverboy. Já, ég að kalla Lemonboy. Ég fílar enda nafni Lemonboy. Það var bara að vinna með það. Lemonboy. Hvernig fílar þú límonaði? Fílar þú lemonade? Já, það gott sko. Já, Lemonboy. Fanta lemon. Hvað þetta með fyrir okkur strákar í dag, Lemonboy? Herðu, ég með þess eldra lag en ég að fara yfir á notalegu nóturnar. Var það rétt sem ég sagði hér fyrir í þættinum? Það fyrir ykkur sem að fatt ekki hvað að fara að gerast á það föstudagslægið sem að fara að detta hérna inn. Það er svoleiðis. Og já, þú varst búinn að segja eitthvað við mig Kings of Leon. Já. Vel gert. Það er svoleiðis. Slagarinn Use Me. Nei, Use Somebody. Eða það? Það veit ekki svona lagi. Use Me. Use Það er skelvilegu titill á lagi. Já, sko. Use Me. Nei, það er geðveikt lag. Sorry, bara Lemonboy, ágrín, sko. Þetta er eitt uppáhaldslagið mitt. Tjekk að leita þessu, þetta er geðveikt lag. Lagið Use Me? Já. Ok, ég held að það var, hver skýrir lagið sitt Use Me? Þetta er æðislegt lag. Við tökum Sverrir, síðan tökum við lag og auglýsingar og hvað, síðan stuðlagið það. Stuðlagið þitt? Já, hvernig er það? Use Me með Bill Withers, ef þú ert að leita þessu. Já, Bill Withers Use Me. Það er mjög gott fyrir maður að vita það, sko, þetta er undirbúið. Sæll. Þetta er lagið Use Me. Þetta er mjög gott lag. Já, svolítið grúfi. Svolítið ef ég væri á rúndinum og ætti svona gamlan Cadillac, þá væri ég til að hafa þetta. Er það að heyra þetta? Er þetta Use Me? Já. Notaði mig. Hann er að segja, honum er alveg samótt að vinur hans segja að hún sé bara nota hann. Já, ok. Fílar það. Já, ég skilji. Ég er ekki veist að þú tengið við það lag. En hérna, hvað... Wow! Rólegur Home Alone, þú veist að koma jól. Lemonboy just got KO'd. Hvað? Nei, ég er að jotta. You're my boy, you're my brother and I love you. En hvernig hefur það Sverrir annars? Bara áður við fyrir mig í föstudagslægi. Bara mjög fínt maður. Já, þú komin í jólaskap? Nei, ég dætt aldrei jólaskap bara rétt fyrir jól, sko. Já. Má að geima þetta og láta þetta svo springa út. En þú ert samt einhver sem átt að vera að keyra upp ræktin rétt fyrir jól því að þú étur á við hval jólin. Ég man þegar þú varst þú varst einhvern veginn komin í þitt besta form allra tíma, fórst á norður og þú komst 7 kílóan þingri eftir jólahátíðarnar. Og hvað var á vika? 7 kíló 8 dögum. 7 kíló 8 dögum? Það er ekki, það er... Nú spyrir ég einhvern veginn á það að vera hægt. Nei, það er nánast, það er lítur að met. Kosti ég þetta flýja? Svo það klappaði hérna inn á það með eitthvað smáköku í kjættinum. Hvað ættu að borða þann? A cookie. Smá pipaköku maður, hvað? Byrju, það er 30. nóv. Já, nákvæmlega. Egil, það er nú að fara millivegin á þér þó að menn fái sér inn að pipaköku hérna fram. Í nóvember? Vá, þvílíkur glæpur. Slakað á, sko, Sverrir, ángríð, sko. Herra, far þú og lyfti einhvern lóðum og bara leiði mér að geta mér að pipakökur. Ef allir að vera vinir og fara að henda kannski bara í föstudagslægið. Já, maður. Þeir eru búin að koma sér fyrir hérna í stúdíónu og er að fara að syngja, já, lagið Use Somebody. Og þetta, ég verð nú að viðurkenna, þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum þess. Og ég dyrka þetta lag þegar að koma út. Þannig að farðu vel með það. Takkið vel á móti, já, Svessa og Halldóri með lagið Use Somebody. Take it away, guys. Someone like you, off in the night while you're living it up, I'm off to sleep, waging wars to shake the poet and the beat. Þetta var Sverrir Bergman. Þetta var föstudagslægið hér. Lemonboy stóð sér mjög vel. Lemonboy með Use Somebody eftir Kings of Leon. En hvernig er helgin þér, Tjöbi?
Hún bara lítið vel út. Ég verð að árita diskinn sem ég var að gefa út á morgun í nýttu það. Elko klukkan 2 og Hagkaup Smáralind klukkan 15 og svo á sunnudaginn verð ég í Hagkaup Smáralind klukkan 2 og Hagkaup Kringlunni klukkan 16. Ég og Egill erum líka í Hagkaup Smáralind á morgun að selja jólakort. Já, en eru við aðalega að vinna með Hagkaup eða við varum að lappa svæðið bara? Við löpum náttúrulega alla Smáralind að selja. Að selja jólakort. Þá erum við ekki Hagkaup. Fólk þarf að vera í Smáralind kl. 14:30 á morgun að sér okkur félagana, kaupa okkur kort. Til að styrkja gott málefni og ég skal segja reitt Egill, ég að fara að jarða þig þeirri sölu. Ég rosalegu sölumæður. Já, ég hef áhyggjur af þessu. Já, þú ert mjög góður í því að labba upp á ókunnum og byrja að tala við það. Já. Og það er sko, það er ekkert mér sterkast að hlið, sko. Nú, hvað ætlar það bara að gera? Liggja út í hotni með kortinu og vonast að ég er að vona að fólk koma bara og segja, hörðu, blessaður. Það hengir ekki bráðið skilti. Ég bara segi, sæll, þetta selja kort. Það er bara þannig, það sé bara málið döð. Ég er að vona að þetta gangi svona fyrir sér, sko. Það væri þægilegra þannig. Það er ekki bara, maður lappa fólki ónáð og svona góðan daginn og síðan, já, góðan daginn. Já, en það hjálpar alltaf að þetta verður gott málefni, sko. Ég veit það. Verður við ykkur búningum eða eitthvað? Það held ég ekki, bara í okkar fötum. Okay. En ræðum það betur á eftir, þannig að þú ert að árita bara alla helgina, Chubby Boy. Já, svo er spila á Broadway annað kvöld með það jólalhlaðborð og... Já, það eru nokkri vinir þáttarins, Ingo Veðuguð og Sveppalingur. Já. Ég og Egill biðum að heilsa Ingo Veðuguð og við ætlum að bury the hatchet í næstu viku, mót segja hana. Hlakka til. Skilaði til hans. Já, ætlum að fá hans til gest og bury the hatchet. Ég þakka bara fyrir þetta innan dyra, sko. Já, gæt greiði. Það er bara hannig. Hann reyndi að hafa búin að vera að henda í vondöður á föstudöfum upp á síkasti. Ég er að fara að gera veður út af þessu. Vel gert. En hvernig kvöldi? Eitthvað í kvöld? Það er rólegt X-Factor kvöld í kvöld. En betur, þú ert með Game Boy? Nei, Game TV? Já. Akkur kemur ekki á jólahlaðborð 365? Út með Game Boy. Það er bara góð spurning. Þú mátt bara spyrja þessa yfirmennina. Við fengum ekkert boð. Nú var þér ekki boðið? Eru nördatir ekki nógu cool til að mæta á þetta pleppa boð ykkar? Ég veit ekki skjóta. Ég er brjálaður. Já, ég er Game Boy. Þú sagði Game Boy. Það eru komið 2 ný nöfn á sessa hérna bara á... Lemon Boy og Game Boy. Þegar Öddi kom fyrst á Söðukrok, þá var hann fyrsti maðurinn held ég sem átti Game Boy. Fekk hann í Svíþjóð í jólagjöf. Og hann vildi ekki leika við mig. Og það var svo leiðilegur? Nei, hann fannst ég mikill lúði. Nei, Sverri var alltaf að spurja mig hvort það mætti prófa Gameboyin minn. Já, akkur kannski ekki leift með það. Ég hef aldrei séð manni af spennt með neinu. Þannig að hann er búinn að vera tölvufíkill sko frá því ég hitt hann fyrst 11 ára. Og sagði það bara nei? Ég fekk aldrei að koma. Ég vildi hafa hann svolítið sjálfgjaðan. Þetta er bara eins og 360. Það er bara nei, varstu leiðilegt fyrir krakki heim með það? Ég var skelfilegt barn, það er bara það. Nei, þú mátt ekki prófa hann. Ef ég ætti Gameboy í dag, þá mættirðu prófa hann, ég lofa. Takk. Takk hérlega fyrir komuna. Ertu kannski á hraðferð eða viltu vera eitthvað með okkur? Ég þarf að fara að rjúka. Já, heima elda og svona. Við þökkum Chubby Boy kærlega fyrir. Egill, þetta stuðla þitt, eru að fara í það hérna eftir? Já, bara svo leiðis. Er það til að stuða fólk eða er til að hafa stuð? Stuð? Það er til að stuða fólk. Nei. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 sinnum á dag opna glugga í Jóladagatalli FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðfærahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Fimblefamps og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Hverjar voru þessar 13 ástæður fyrir því að Hanna tók líf sitt? Eina leiðin til að komast að því er að hlusta á kassetturnar sem Clay fann. Ef þú getur bara lesið eina bók í ár, ætti 13 ástæður að vera sú bók. Hún er sorgleg, stórfengleg, átakanleg og full af von allt í senn. 13 ástæður er bókvikunar á FM 957. Hlustaðu og þú gætir nættir í eintak. Fáðu þér físlétta næfurþunnan örheila. iPad. Bara betri og betri. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Hop & Shop verslun E-Label og Evalín, Ármúla 21. Athugið aðeins frá föstudegi til sunnudags. Alltaf 70% afsláttur. E-Label og Evalín. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan.
Einstakt helgartilboð á kók og kökum í Krónunni. Kippa 4 2 lítra kók með boxi af hátíðasmákökum á aðeins 799 krónur. Krónan fyrst og fremst ódýr. Nýtt í bíó. Killing Them Softly. Yes, sawn off shotgun. It's gonna kill everybody in the room. Brad Pitt fer á kostum sem leigumorðinginn Jackie í þessari frábæru mynd. I like to kill them softly. Killing Them Softly. Sýnt í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Hreint vatn gerir kraftaverk og þú getur gert kraftaverk í dag með því að greiða valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Sýnalkó og lakrísvörur. Virkar. Sýnalkó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það rétt til að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við sitjum hér tveir harðir, Egill Einarsson og Auðun Blöndal. Sverrir Bergmann farinn. Það er lag undir núna. Já, svona kósí, maður verður með þetta undir. Það eru akkur settur Infinity sem stuðlag á undan stuðlaginu. Er eitthvað að þeirra? Hvað meinar það? Þú settur Infinity sem stuðlag á undan stuðlaginu. Já, þetta er bara lag sem átt að koma næst. Já, þú getur alveg sett, það keyrir þetta eitthvað niður þegar stuðlaði þarf að vera svolítið wow, stuð. En erum við þá ekki að fara... Þú eðilaðir þetta eiginlega, sko. Erum við þá bara að sleppa stuðlaðinu? Nei, þetta er eitthvað rugglaður. Stuðlaðinu. Við tökum það eftir, sko. Ok, þannig við erum ekki að fara í þetta stuðlaðið núna? Ég segi við tökum bara eitthvað rólegt lag. Hvað er rólegasta lagið svo með í tölunni? Nei, ég er ekkert að fara að setja neitt rólegt lag og setja bara næsta lag á. En við erum sérst, ok, ég var nefnilega fyrir að undirbúa með þetta í tölvuna, en við erum ekki að fara í stuðlaðið þitt núna. Taka næst. Það er bara eftir 5 mínútur. Ertu í alveg að borða banana? Ertu að borða banana? Er ég að borða, já hérna? Nei, ég ætla bara að geta nú eftir. Hvað heldur þú getur? Heldur þú getur gleypt hann? Getur gleypt banana? Já, þú veist, hvað heldur þú náður að koma nú langt? Í einum bita? Ég er ekkert að fara í það. Ég ætla bara að geta hann eins og maður. Nei, hún er að koma nú hálfum, bara hálfum í kokjaður, þá færðu velun. Býtu, hvað er þetta ruggla? Nei, þessi banana sem heldur á hana. Já. Getur þú sett hann upp í þig? Hvað, ertu fullur eða? Nei, hvað? Ég er bara með skemmtilega leik, það er að vera jákvæður einhvern tímann. Og setja hann upp í mig og hvað? Já, og hann sérðu hana, línan hana, eitthvað svart á honum. Þessi? Já, og hún er komin að þangað. Já. Þá býður út að borða eftir þáttinn. Það spæsi út að borða. Viltu sem sagt að ég sé að fara að koka bananan eða? Já. Nei, bara sko, þetta er skemmtilega leikur. Nei, það er bara hann. Og hvað þarf ég að ná langt? Hann sem... Hingað? Já, þá hérna... Býður út að borða. Nei, ok, ég er reyndar að fara á jólahlaðborð, en ég er þá inni hér út að borða á sunnudaginn. Morgun er sunnudaginn eitthvað? Ef ég kem honum, hvert eru að fara að borða þá? Þú ræður. Ekki, þú veist. Ræð ég? Já, bara eitthvað kósí, félagarnir. Já, við erum ekkert að fara að Argentínu en þannig. Nei, ekki verið að Argentínu. Það er skemmtilega leikur, sko. Þannig, ok, hingað. Já, maður sjá. Nei, næjus ekki. Jú, reyndu. Ég sé það bara í myndina. Gerðu besta. Ekki ákveða sér bara fail. Ok, maður sjá. Gerðu besta. Gott að halla... Sjá hana. Það náði ég. Það náði ég þessu. Ég held að það er svolítið frá því. Ákvæmt lélugur í þessum að það grínast. Ég sé slefið þér hérna. Nei, ég náðu ekki. Þetta er náttúrulega þetta er leiðilegasti leikur sem ég farið í ævinni, sko. Hvað, ert þú að fá eitthvað út úr þessu eða? Ói, maður. Þetta var ekki skemmtilega leikur. Það er blöytur um augun. Já, þetta var ógeðslega vant. Ég eldur næstu. Hvað, erum við ekki að fara í þetta stuðlaðið núna? Ég veit ekki á hverju ég var að reyna þetta. Hversu nískur er ég þér? Mér var heilt. Þetta var miklu verður í þess maður. Við líka þurftum eitthvað svona... Mér er illt í hálsum. Eitthvað vætræst aðskóli eftir að hættum með stuðnuna. Já, hvað? Ég sé að reyna að koka banana. Þetta er ekki dagskáliður hjá okkur. Ég get alveg lofa því. Þetta verður ekki gert aftur. Ég er hágrænjandi hérna. Hvað er bara með rólegasta lagi í tölvunni? Sér kerum við stuðlagi? Nei, það er ekkert rólegasta lagi. Við bara fáum venjulegt lag. Þetta er enda gott lag. Þetta er Pink hér með lagið Try. Svo er það stuðlagi hans Gils. Við höfum líka eftir að gefa Tangerei flösku sem að Ásgeir K. Beinsson sér sjálfur upp á Austur. Hann sér að hella drikki og fleira. Þannig að, já, tókið við. Lagið Try á föstudegi. Vonandi allir í föstudags feeling hérna úti, en það er eins og komið að dagskráralið sem að geti drepið þann feeling því miður. Þetta er dagskráraliðurinn að segja. Drepið þann feeling? Já.
Þú ert eini sem hatar hann dagskólið, einu á landinu. Veitir að hann var, ég má ekki vera ofvondu við því, þú varst nágættis lag síðast, ég gerði það. Og það er mjög vel tekinn dagskólið. Eina sem fólk talaði alla vikuna er þetta. Já, einmitt. Hvað er stuðlagið næst og ég er svona, hvað er með hugmyndir? Akkurat. Fólk er sem bara hugmyndið af hugmyndum. Já, einmitt, það er eina sem er rætt við þig. Það er að segja já, einmitt. Það er þannig. Já. En ertu búinn að velja stuðlag fyrir þennan föstudag? Já, ég er búinn að því Blöndal. Okay. Og ég ætla aftur að kúpla mér í Þjóðverðan. Hvað var áttu síðast? Já, það var eitthvað bresk ég fór yfir í Bretan síðast. Ok, nú er ég aftur komin yfir í. Þetta er væntanlega ekki til hérna í kerfinu, þannig að ég þarf að vera einnig við tölvuna og skrifa það sem þú ert að fara að setja inn. Já, gæti að keyra þetta á YouTube, því að þetta er live á tónleikum. Nú stressast ég upp. Ekki er þetta live in Hamburg. Þetta er live in Hamburg? Nei, Egill. Hvað? Ekki skúter. Jú, þetta er skúter live in Hamburg. Það er eitthvað 40 manns í ykkur höllanda. Þetta er kolvitlausir. Bestu tónleikar sem... En ákveður ætlar að spila lag sem bara þú Ásgeir Kolbeins getið dillað eitthvað við? Hvað meinar hvaða... Eru margir skúter að það á Íslandi? Hvaða óþarfa skot var þetta? Hann flutt hann inn. Hann flutt inn skúter. Já, betur... Þeir eru besti vinir, sko. Voru við tveir á tónleikunum, ég og Kolbeinina? Þetta var full höll, býta aðeins, leið mér hugsa aðeins. Yes, það var full höll. Þannig að er ykkur annar sem hefur gaman á skútur úti? Já, mjög líklega. Kom hann ekki tvís? Já, hann getur komið á morgun og fyllt höllina. Nei. H.P. Baxter, sem er one hell of a man, maður. Heitir hann H.P. Baxter? Hann heitir H.P.Baxter með 2 X-um. Já, ok. Það er söngvarinn skútur. Akkur kallar hann sér skúter? Hljómsveitin heitir skútur. Hann heitir H.P. Baxter. Stjórnum allt niður þig. Hugsaði eitthvað annað gott lag. Hvað getur við farið í eitthvað annað? Eitthvað annað? Við erum ekki að fara eitthvað annað, sko. Er eitthvað að þeirra? Sko, við erum að fara í skúter Live in Hamburg 2010. Þetta er 2010, ekki 2012. Ef þú ferðir 2012 tónleikunum þá er ég brjálaður. Það voru betur 2010. Ég múið hlusta á báða hundarsunum. Er hann á hverju árið það? Þetta er bara mjög vinsæli tónleikar, Live in Hamburg. Ég mun fara einhvern tímann á skútir Live in Hamburg 2000, samáttu verið nýraður, þá verið ég þarna. Þegar þú verið nýrað, þú ert til að fara að drepa því hann er sko með aðra löppina í kistinu og hinn á banani því er hann ekki að verða 70 sjálfur eða? Baxterinn? Já. Vá, hvað er alltaf niðurlægi alla sem ég er að fjalla um? Nei, ok, hann er allavega, hann er ekki að verða 50. Hann er fæddur 66. Nú, ok. Hann er 46, hann er hvað? Já, hann á toppaldri. Hann er 66, já, það er toppmaður. En öll á hana, þetta lagið er Maria, heitir það? Maria, eins og Maja systir. Já, þetta er með tilíka henni. Ok, þetta er stuðlagi hans Gils, sorry, hlustendur. Ekki segja sorry. Nei. Þegiðu núna aðeins, slaka þá. Heyrðu stemninguna. Suck in a... Suck in hvað? Stemninguna, sjúan inn. Býtu, er þetta ekki lægið eða? Hækkaðu bara, for the love of God. Þetta er svo... Fílar þetta í alveg. Hækkaðu. Fílar þetta. Fílar þetta, ég elska. Ég get ekki meira þess. Ángríns. Það er allir að elska þetta, sko. Nei. Ég er að fá mikið feedback bara nú strax. Já, einmitt. Ég er að segja það. Já, akkurat. Þetta var, ég spilaði 3 mínútur af þessum skít hérna, maður. Það var skúter Maria Live in Hamburg 2010. Það þarf Ángríns að taka þig af borðinu meðan þetta er í gangi. Eyðilöku all stuðlögin. Tala náttúrulega byggðu. Lagið er í 8 mínútur. Viltu spila all lagið eða? Viltu hafa bara 8 mínútur af skúter hérna? Hækkaðu aðeins í því og settu einn ullasokk upp í svona hálfa mínútu. Ég er búinn að gera það. Hvað partur er nú? Hlusta þetta. Já, málið er. Þetta getur ekki þetta flott. Jú, veistu hvað þetta er? Nú er verið að byggja upp. Ekki slökka alveg? Ég er ekki að slökka það. Þetta er bara á netinu. Og veiðilega er þetta. Þið er ekki að slökka það. Gamla trikki er ekki að slökka það. Já, hvað er verið að byggja upp hann? Já, ok. Sérðu, þetta er að byggja upp góða partinn. Þetta er allt eins. Skipið það eins eða, hvað? Nei, byrju slaka það svo. Ég er að útskýra fyrir hvernig svona teknológi virka. Skilur þetta ekki? Nei, ég skil ekki. Ég þurfti að vera einhverju lyfjum til að skilja þetta. Svona eins og allur salurinn hann er. Sjá þetta fólkan út í sal. Það er enginn bara að fá sér Bud Light fyrir þessa tónleika, sko. Ég get alveg lofaði því. Meira ruglið mér. En þetta var stuðlaði Gilsans og... Nei, þú fegst 3 mínútur eitt. Já, það er frábært. Það er 8 mínútur lagðuðin. Ég veit það, Þú eyðilegði fyrir fólkinu úti, 8 mínútur entertainment. Ég skal frekar gleypa hana banan í 8 mínútur heldur en að spila skútur í 8 mínútur. Það er að gleypa hann eins og enn? Nei, ég er hættu því, það mun ég aldrei gera aftur. En ég, eins og áður hefur komið fram byggðist afsökunar á þessu stuðlagi. Þetta er best afsökunar á þessu. Akkurru. Ok, hvað er uppáhalds first ever stuðlagið þitt? Það er allir brjálæðir hérna á Facebook. Það er pop-up annarka maður hérna, hvað er án? Nei.
Ég segir það, viltu koma að sjá þessu? Já, vill enginn þetta sé spilað í 8 mínútur, ekki tróða. Og Twitter logar, ég skal bara retweeta núna. Já, einmitt. Retweeting time. If you having girl problems, I for best. Þetta alveg lag. Í enn meiri gleði og að lokum á English Pub. Vart þarf að taka fram að jólabjórinn flæðir fyrir allan hópinn á öllum stöðum. Að sjálfsögðu 20 ára aldurstakmark. Fylgstu vel með þeim Kristján Inga og Óskunnars á milli 10 og 1 næstu laugardaga, þar sem þau munu gefa vísbendingar hvar kassan að finna. FM 957 og Túborg jólabjór. Léttöl. Jafnartölur, oddatölur, heilartölur, við elskum þær allar. Með tölu, leiðu þér smá lottó. Jólahappdrætti Fókus í fullum gangi. Allir þeir sem kaupa skó í Fókus eiga möguleika á að fá skóna endurgreidda eftir helgi. Komdu og gerðu góð kaup í Fókuskringlunni og Fókus Smáralind. Þú fær Túborg jólabjórinn á English Pub Össustræti og English Pub Hafnarfirði. English Pub í jólaskapi með Túborg. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Viltu vinna ljómandi matarúttekt? Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. FM 95 á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir að hlusta hér á 2 harða á FM 957 og, já, Egill, þú verður samt átt að því. Þú búinn að gera marga reiða núti. Sko, þú gera marga mjög reiða, ég er bara að segja það. Það er margir mjög reiður út í Blöndalúna. Af hverju? Og þú eðilegar stuðlagið. Enn og aftur. En svona, hagaði núna eins og maður. En að gera bara fyrir mig. Menur aðeins að... Það er bara svo maður, ég sýtti nefnir eitthvað. Ég veit þú varst örugglega búinn að taka einhverja brennslutöflu sem haldaði vakandi í viku að því þú varst að detta á hann. Menur aðeins að setjast niður. Ég tók 2 grenade. Já, grenade. Brennslutöflu sem heita grenade, það getur ekki verið holdt, sko. Sittu núna aðeins rólegur. Ég sitt? Já, að verður rólegur. Það er ekki rólegur, það? Já, herru. Ok. Calm down, sir. Já. I'm calm! Calmer than you are. Ok. Ég eigðilaði fyrsta lagi ekki lagið þitt. Ég spilaði 3 mínútur að því. Og flest lög sem eru spiluð á FM eru 3 mínútur, 3,5. Við erum ekkert að spila Sigurósinn í 9 mínútur. Scooter Live in Hamburg, það getur vel verið að sé fullt af fólki að núti sem var að fíla þetta. Og sumir endar, örugglega einhverju guttar að núti sem vildi bara fá retweet frá þér. Þú er náttúrulega það barnalögur, þú retweetar öllum sem að voru að styðja í þessu. Nei, ég retweet öllum sem bara sem er góðan tónlistsmekk. En fyrir þá sem að fílu þetta, þá byrst ég afsökunar, ég þurfti að lækka í þessu 3 mínútur, en ég var ekki að fara að spila þetta lag í 8 mínútur. Það er bara ekki sjens. Það myndi aldrei gera. Þú niðurlægir Baxterinn repeatedly. Baxterinn var að gera sem hann gerir. Þú ert ofta niðurlægir Sverri fyrir að róa niður lög og þetta er bara ekki minn. Ég fíla þetta bara ekki. Hvernig getur ekki að fíla þetta? Bara mín skoðun. Ég heyrði þetta alveg sko. Þetta er æðislegt. Váka með langar að vera. Scooter Live in Hamburg 2013, blöðmaðurinn og geman. Og býðum með þangast að vera Benny Dorm á næsta ári. Hamburg. Nú hætti að vera að tönnast á því ef hann verið á Benny Dorm. Getur ekki sagt alltaf Alicante eða Spátni eða eitthvað. Hættu þessu maður. Og nei, það er enga líkur á því að ég sé að fara með þér á Live in Hamburg. Það er bara ekki sjans. En þeir eru að hlusta hér á 2 harða og við erum að fara að gefa. Eina er að, já, það er algjör skít í okkur. Við erum ekki með stunu dagsins og hún er búin að gleyma svolítið. Já, sko. Það hefur ekki verið stuna dagsins síðan að þessi kom. Nú var reitt brjálæður að núti. Nennir að hringi Pétur og spila þér hann, please. Endur þáttun á því, má spila þetta á Pétur, hann verður brjálæður. Ég var búin að lofa hann til að ekki spila það aftur sko. En þetta var síðasta stuna dagsins og við eigum ekki stunu dagsins núna. Ok. En við ætlum samt að gefa hérna, við erum að fara að gefa, hvað, 4 diska? Já, gefum svona 4 diska Svartárleik sem var að koma út. Já, og Holt og gerir sann í rólegheitum um helgina. Holt og Gilsan, þetta er ekki einhver aukar hlutur, það er ekki svo þú sért að fronta þetta. 4. stærsta hlutur, kallið minn. 4. stærsta hlutur, ekki? Já, það er bara þannig. Ok, herruðu, við ætlum að gefa hér DFT með Svartárleik, en við höfum enga stunu eða neitt og það er bara, verður ekki alltaf að vera einhver spurning. Jú, hvað, við ætlum að gefa líka Tangerine, herru. Já, Tangerine flaska, við gefum hann á eftir. Já, býðum það bara. Já. Ok, þannig að, já, þú vilt koma með eitthvað spurningu fyrir Svartárleik. Já.
Það þarf að vera, það er... Þú er ekki bara að plana það áður. Já, ok, setjum bara einn í loftið. FM9 fyrir blöku daginn. Já, góða kvöldi. Já, góða kvöldi, hvað segirðu? Ég fersku bara því. Herði, bratti strákanir. Fyrsta spurning, og þú verður að hreinskilinn. Já. Varst að fíla skúter live in Hamburg? Alls ekkert eitthvað versta sem það getur bara verið út af fyrsta. Þú tókst eina gæjan, svo var ekki að fíla skúter live in Hamburg. Með þessu ertu búin að vinna þér inn disk Svartur á leik. Og hvað heitir þú? Ég heiti Halldór Baldvin Stefansson. Halldór Baldvin, herru, þú kemur bara einn upp í 365 og sækir þetta. Já, ég var að spá, getið þið selt þetta fyrir mig? Getur þið selt þetta fyrir þig? Selja? Sent þetta. Sent þetta? Já, ok. Hvað byrðu? Það Akureyri. Já, hvernig virkar það? Ég kann ekki á það, þú vinnur hún allar dagaðinn. Áttu ekki eitthvað frænda sem vinnur í Reykjavík og hefur ekkert að gera það? Þekkir engan í höfuborginni? Jú, ég get alveg til að segja þetta. Já, þú græðir þetta. Þetta verður á þínu nafni uppi í móttöku. Ok, þakka. Og takk hennur, bæ. Já, þessi var ekki að fíla... Já, þú hittir eina gæjan. FN9 fyrir blöku, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Já, bara fín. Ekki, hvað er að gera? Ég er bara að leina heim að vinnunni. Fíla. Hvað er þetta að vinna? Ég er að vinna hérna í blokk í Engjallanum. Ok. I grew up there, sko. Já, rétt hjá Engjallanum, það er bara hannig. Varst þú að fíla skúter live in Hamburg á hann? Nei. Nei, þá ertu búin að vinna þér en D-diskinn Svartur á leik. Stjórnað þú öllu hérna? Þá ertu búinn. En það er sagt, já, ég fílaði... Hvað, skellt á það? Hvað heitir þú? Ég heiti Kjartan Freysteinsson. Kjartan, hvað segir, hvað svo hann? Freysteins. Kjartan Freysteinsson? Yes. Ok, herru, Freysteinsson, þá bara þetta býðið inn eftir helgi hérna uppi. Herru, takk hjálpa. Takk fyrir að ríkja hennur. Takk. Ok, það er ekki veitn enn bara. Reyndur að velja rétt að línu. Það er allir ánægð með þetta lag og... FM9 fyrir blöku, góðan daginn. Daginn. Hvað segir þú gott? Ég segi alltaf vína. Ekki, hvað heitir þú? Jóhann. Jóhann. Ertu bara að ná púlsinu niður eftir María með Live in Hamburg á hann? Ég misti að því miður. Já, tekur það bara netinu. Ég myndi sleppa að ég verið þú. Herðu, hvað hérna... Já, sko, þá getur hann ekki svara spurninginu hvort hann fílaði ekki. Men fílar það ekki? Jú. Sko, það er með þig, hvað er nafnið? Engin disku fyrir þig? Jú, auðvitað fann disk. Hvað er nafnið mestari? Jóhann Bertelsen. Jóhann Bertelsen. Herðu, glæsilegt þú átt disk hérna og sækina bara eftir helgi. Gera það. Takk hennur, bæ. Þá erum við búin að gefa hér Svartur á leik. Við ætlum að gefa Tanqueray flösku hér á eftir. Hvaða spurningar eru með Ásgeir Kolbeins eftir? Það er eitthvað mjög intimate spurning. Já, við vorum með síðast, með hvaða gæludýr hann á. Og það var einhver snillingur sem var með það á hreinu. En það var stúlka sem var að benda mér á þann daginn. Og það var bara strákar unnið Tanqueray flöskuna. Mér finnst að við ættum að gefa stelpun eftir. Vann ekki einhver stelpun daginn? Nei, bara gaurar sem að unni. Það var einn stelpa brjáluð, það var alltaf reynd að ringja og... Já, ef við bara að gefa stelpa í dag. Auðvitað villum það, stúlka og Ásgeir Kolbeins að hella í drikkið fyrir. Já, það er bara neika fullkomið. Þetta er að female win. Það er þannig. Já. Finnst þér Ásgeir Kolbeins á topp 3 kynþokkafylgstu karlmenn Íslands? Já, hvað er þú ruglaður? Hann er on the top. Ég sé bara eina sem ég velti fyrir mig hver er nummer 2 og 3. Hverir eru þar? Fjölnir Þorgeirs myndi segja að vera hann að líklega nummer 2. Já. Númer 3, eftir Kolbeinn og Fjölnir. Já. Vá. Björn Hlynur leikari. Hér á þessum förstu degi. Lagið var búin að spila svo oft núna, það er mér í vikun held ég. En þetta var inn í kerfinu og sko, við gefum eftir. Viltu, á ég að reyna að ringi í hann eða? Viltu það, á ég að reyna að ringi í Pétur eða? Já, veist sko, eina, hann verður bara, ég var búin að lofa Pétur að spila ekki aftur þessum skilju, sko. Nei, sko, ég er bara máli, ég er bara að heyra hversu reiður hann verður ef þú hringir að spila stund. Pétur Jóhann er náttúrulega svona típa, hann verður aldrei reiður, hann er alltaf glaður, sko, ég er að fara með honum á jólahlaðborð Það verður líka ekki brjálaður, en þú heyrir aðeins svona, við spila þetta fyrir hann bara, sjá hvernig hann breytti. Ég ætla að prófa að hringja hann inn alltaf. Stríðum honum aðeins. Ekki segja neitt, spila bara stundum með það svara. Halló? Halló? Halló?
Ertu það? Ég hef skellt á hanskvöldin. Já, ég er ekki eftir hér. Það er ekki eftir það, maður sjá. Það er þetta alveg. Jæja. Hann er alltaf orðið reiður. Nei, Pétur verður ekki reiður, sko. Hann er eitthvað að hringi þig núna. Hringdi einu sinni enn. Tjekka á honum. Halló? Pétur? Já. Sælinu, hvað segirðu? Ég segi fínt bara. Hver er þetta? Æ, hvað er það? Ekki góður? Hvað segirðu, Kalli? Pétur? Halló? Hvað er það? Hætti þessi alveg tala. Hvernig ertu? Þetta er bara alveg með ólíkindum að þið skuli hafa hjarta í ykkur að níðast á manni sem að kemur í góðri trú. Nei, þetta var endar eigið. Ég ætlaði bara að spyrja það hvort þú var ekki stemmingur í jólahlaðborðið í kvöld. Nei, ég ætla að fá að klára það sem að ég var að segja. Ég kem í góðri trú á föstudegi til ykkar og þið byggjið mig að gera stöðnudagsins. Já. Og þið gerir það, spilið hana 10-15 sinnum þá, þann daginn. Alltaf því ég kem að líka, þú ötti blöð á miðvikudaginn, þú gerir það líka. Ég gerði það ekki síðast. Svo er það að hringi mig líka, er allar að segja mér að það sé allt annað vinnuðinn, hann gilsin ykkar. Ég segi vinnur þinn, skiljum, ekki vinnur minn. Ekkert að kenna mér þetta, Pétur. Nei, þetta var nú bara smá, ég rakst í takkan og byrst afsökunaði, Pétur. Ástæðan fyrir símringingun ég ætla að spyrja hvort þú væri ekki tilbúin fyrir jólahlaðborðið í kvöld. Hann getur ímyndað hvað er margar konur sem að vilja heyra þetta einu sinni enn. Já, þetta er sérstaklega að spila fyrir konur hann úti. Er það ekki? Það er trublast að heyra þetta. Það er svoleiðis. Já, ég held það, sko. Já, en hvað í hverju ætlar að vera á jólahlaðborðinu? Ég veit ekki, ég sé ekki bara eitthvað drall sem maður finnur hérna inn í skáp. Nú, ekki að fara í eitthvað sexy outfit? Maður er alltaf í sama drallinu. Þú varst ekki í leðubuxum? Það er á náttúrulega engan pening, sko. Varst ekki í leðubuxum í fyrra? Jú, það var bara sömu leðubuxur og ég fer alltaf í og öll jólahlaðborð og gert síðan sliðin árið. Ég myndi ángríns borga pening fyrir að sjá því í leðubuxum á jólahlaðborðinu í kvöld. Er það? Já, ég sverða. Já, ég get alveg mætt í þeim, sko. Já, kotti. Ég á leðubuxur. Alvöru kallmenni að leðubuxur. Já, við Egill vorum að ræða daginn. Það stóð inn á Smartlanda, leðubuxur eru að koma aftur með kvelli. Já, with a bang. Ég er búinn að kaupa mér eina slíkar. Já, kotti þeim í kvöld. Það er ekki ástæðalausa sem að kallinni kallaði P.S.I. Píkusleikir. Nei, djók. Þetta var djók, mann. Klukkan að verða 6, það er í lagi, mann. Já, þannig þú ert ekki kallaðir þetta? Nei, hvað er andið, mann? Ég var að fýblast. Já, hvað er þetta? Hvað veit ég? Hvað þú kallaðir? Nafn á barnabók sem ég var að spókja í. Herðu, ég er hér. Áfíðisöðum. Séðu þú veitir. Góða helgi. Sömulegis. Já, barnabók sem hann að spá ekki út. Herðu, við ætlum að enda þáttinn hér og eftir á að gefa Tanqueray flöskubord. En ég ætla að minna alla á að það er Sálinas Jónsmíns að spila á Górulunni annað kvöld, 1. des, Górulunni upp á Höfða og það er komin tíma á gott sveitaball. Ég veit persónulega, ef ég verði ekki að skemmta annað kvöld, þá myndi ég mæta. Hver er ekki til í að kíkja á ball og heyra í þessum snillingum? Úrilla Górulunn, Stórhöfða á morgun. 957 og kjúklingastafurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þórðar Daniels á sunnudögum milli 10 og 2 og þú getur unni máltíð fyrir 2 á kjúklingastafurinnum Suðurveri. Hoppin Shop Verslun, E-Label og Evalín, Ármúla 21. Athugið aðeins frá föstudegi til sunnudags, alltaf 70% afsláttur, E-Label og Evalín. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan.
Það opið í Elko Lindum og Skeifunni til klukkan 10 í kvöld. Elko, einfallega lægra verð. FM 95 blöð á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp, brakandi snilld. Frábært úrval af hágæðan fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir harðir, þú ert að spamma Twitteriðin Egill, sko. Ég að segja þér það. Þú ert að reyna að missa followers, eða? Nei, ég bara að... Þú hefur eitthvað krakkar að styðja þetta skútilag, ekki eyðileggja... Ég bara retweeta fólki sem er með góðan tónlist. Já, vilt að ég gera sama við þig og ég gerði við Shaquille O'Neal? Hvað gerur við hann? Hann var að retweeta öllin sem voru að segja að hann var upp á sentinni svona eitthvað. Já. Ég er ekki lengur að follower. Þannig missur þú followers þegar þú ert að spamma Twitterveggiðin. Það er ekki fallega gert að þér að unfollowa Shaquille O'Neal. Þetta var svo þreytt, það mátti enginn segja bara you're the greatest center of all time, þá var það bara komið inn. Þetta er eins og svipað með þig núna á skúter. Ég ætla að gera það. Ég ætla að senda Shaquille O'Neal you're the greatest center of all time. Ég er retweet frá hann. En nóg að segja það bara. Já, hann var allavega... En ég segi Shaquille O'Neal you're the greatest center of all time and one hell of a goddamn man. Eitthvað svona. Já, það getur En við förum í keppni, retweet-keppni. Bara, já, blöð og G. Hver fær fleiri retweet frá hot celebrities? Já, svona svona bóladagaruglið. Já, ég alveg til að keppi. Bara, hver er fyrr til að fá retweet hjá einhverju celebrity? Ég hef til viku, þú hefur viku. Já, en við getum líka bara gert það næsta fösta. Byrja þáttinn á því að ég fer að vinna einhverju celebum og þú og Já, það fara ekki retweet. Þetta er celebana, þau vakna, fá sér snókina pancake, sem bara á sjónafið. Þú sjá, kannski fara að retweeta þátturinn búinu. Ég segja, núna hefur þú viku, ég hef viku. Svona föstudaginn, sjáu bara hver fekk fleiri retweet á viku. Ok, ég er til. Þorri í þetta? Ég er til, já. Þorri ég. It's on. It's on. Þetta byrja nú örgu, Shaquille O'Neal. Já, hendi eitthvað sjakk. En við ætlum enda þáttinn á að gefa flöskuborð á Austur og það er ekki eitthvað þvílík veisla á morgun. Jú, það eru Ásgeir Kolbeinn sem er bera fram hérna... Flöskuna, já, og svo þetta er Tangeray-flaska og það er ekki eitthvað bodypaint og eitthvað í gangi. Þannig að það er eitthvað veisla annað kvöld. En við ætlum að gefa stelpu flöskuna þessu sinni. Það þarf stúlka að ringja hér inn því að við höfum gefið síðustu 4 eða 5 flöskur gaurum. Og það er ekki hægt að taka þátt í því endalaust, þannig að stelpur nú erum að gera hringja 511 og 957. Við byrjum fram létta spurningum Ásgeir Kolbeins. F95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er stúlka á línunni, hvað heitir þú? Ég heiti Olga. Olga, ert þú huge Kolbeinsen fan? Þannig maður ekki að segja það. Jú. Í þessum dagskali þarf það að segja það. Jú, við segjum það bara. En þú þarft ekkert að segja það, ég meina þú ert ekki annað en að horfa á þætti svo sjáðu eða að hlusta á gamla útastætti með honum, þá verður þú fan. Huge fan. Já, huge fan. En spurningin er, og þetta er 40 skona pakki, Tangeray-flaska, hvað er Ásgeir Kolbeinsen með mörg 42 tommu sjónvörp heima hjá sér? Við minn alveg. Herri, ég ætla bara að giska 5. Nei. Það er sko, þetta er 100 fermetrar cirka. Já, hann er með 42 tommu, 1,50 held ég. Hvað? Já, ok. Ertu að segja henni svar? Nei. Hæ? Ekkert, áfram. Herri, hvað segir við? Þá ekki bara 4. 4? Nálætti en því miður. Nei, hann er ekki með 4. Egill sagði þér svarið sko, hann er svo vitlaus. Það var 3. Ég var nýbyr, ég var hálnaði með það. Já. Er ekki gefin það bara? Jó, ég ætla að gefa það flöskuna. Ekki að flækja þetta. Hvað heitir þau? Olga Sævarsdóttir. Olga Sævarsdóttir. En pældi, Kolbeinsson, hann býr í 100 fermetrum, hann er með 3 skjái, 42 tommur. Þú myndir fyrir áttu mann, Olga? Herðu, nei. Nei, þú myndir ekkert hata að kærastegin væri með 3 42 tommu sjónvarp. Ég held að það með eina 50 tomm held ég og 2 42 tommur. Hvað árgerð ertu, Olga? Herðu, 82. 82? Já, þú okkur tekkar ekki Ásgeiri þarna morgun eða í kvöld? Herðu, nei, takk. Herðu, það þýr ekkert með svona, þú ert búin að vinna flöskuna. Ég er að tjóka. Herðu, ok. Herðu, bara takk alltaf fyrir. Herðu, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja. En hvað ger ég? Á ég bara... Já, þú bara gefur nafnið þitt upp, ég sendi nafnið þitt þarna niður. Ok, takk fyrir. Takk fyrir, bye. Þetta var, Tangeray-flaskan, hún er farin út, það er Olga sem er á leiðinni að fá sér Tangeray. Klukkan er orðin 6 og mínútu betur. Rikki G er mættur inn í stúdíu og ætlar að taka við. Rikki G. Hann fylgir ykkur hér inn í kvöldið. Við þökkum kella yfir hlustunum í dag, 2 harðir og minna þáttuna mánudaginn. Þá verður við Bjössi mættir einn aftur og Egill að þú ert búin að væla svo rosalega að þá... Hvernig var ég að væla núna? Þú ert vælandi hérna allan þáttina. Þá hef ég ákveðið að vera góðu við þig. Já, hann ertu. Veit ekki á hverju ég er að gera þetta. Totally redeemed yourself. Takk fyrir hlustunna.
Við heyrumst, þetta er Horbjörn Skúter með Weekend sem á vel við, góða helgi.